Komið sæl og velkomin í podcast kopp.is. Ísland farið út úr Evrópukeppninni, það auðvitað okkar menn, þannig að við höldum alveg gleðina í kvöld þrátt fyrir það það ekki. Sko Steini, þetta verður ekki mikil áhrif á þig, það? Ég niður brotin í hellinum, algjörlega að bara niður lótum komin. Já, þú getur sagt þetta, en þetta sannleikur ef við spyrjum Magnús. Já, ég ætla nú ekki að snúa einhverjum hníf í sárinu með það, en hérna því miður var aldrei neitt líklegt að við værum að fara þarna áfram. Við mikinn vinn sem heitir Jón Þór Skúlason og hérna mikill Eurovision nörd og hérna kannski betur þekktar enn í pólitíkinni og við erum alveg búin að sitja hérna mjög pirraðir í langan tíma, þannig að því miður kom þetta ekkert óvart, það var fín frammistöð í þessum drák, en þarna voru bara hákallar sem átti ekki tjensi. Svo kannski ræðum við ekki takk fyrir því. Blessaður, þetta er allt og ítalegt svar hjá þeim með Eurovision, okkur alveg nákvæmlega sama. Það var ekki komist áfram og svolítið óvart með Albaníu. Herðu, hérna, Maggi, við fundum viðmælanda í þáttinn sem þá eini á landinu. Við fundum þann eina sem uppteknir að þú svona almennt alla jafna. Kom að því. Hann verið í vinnunni núna, en hann reyndar svona þér til varna, Maggi, þá þetta utanríkisráðherra. Sæll og velkomin Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, þakkaði fyrir. Gaman að vera með ykkur. Þetta alveg titill, sko. Það ekki margir sem ná þessu, það uppteknir að Maggi, sko. Nei, það alveg ekki. Ég held að þetta utanríkisráðherra, en þú ert væntanlega að vísi að uppteknir er Maggi. Ég var klárlega með það titill. Guðlaugur, þú ekki að því á hælana, sjá reynu. Nei, nákvæmlega. Það að segja einhverja annar, þessi vitleysingar sem sitja bara heima og hafa ekkert að gera kvöldin. Hvað er það? Hvað er það? Við opinberir starfsmenn eins og vísar í... Við opinberir starfsmenn. Það ekkert að gera, það nú nóg að gera við að búið til dagskrá þannig að þið hljómið gáfulega eins og þetta. Já, þú lofa því? Nei, alls ekki. Herðu, hvernig stemmingin á Alþingi? Þá ég ekki að spá í vinnunni heldur bara fótboltalega. Hvernig ykkur ekki almenn enska boltaumræða þar eins og annars staðar? Jú, ég bara sá sem spinnur örlaga við minn mikill humoristi og hann hefur bara raðað ótrúlega mikið United mönnum í kringum mig. Nákvæmlega, sko. Og það bara, ég þarf virkilega að bara svona sækja í styrk frá ykkur því að þeir geta verið hrikalega erfið. Þó að það farið svolítið, það hefur verið meiri gorgir í þeim, heldur núna. Og þeir svolítið, þetta svona sumir meiri segja að læðast til mín og taka mig út í horn og segja að þeir vonist til þess að við vinnum meistaradeildina, við eigum það skilið, við spilum svo skemmtilega fótbolta. En ég þarf ekki að útskýra fyrir ykkur að þeir hafa ekki séð skemmtilega fótbolta mjög lengi. Ég tek ekki trúanlega ekki orða af þessu. Við vorum að hrósa allavega forsætisráðherra í síðasta þætti fyrir að vinna með kopp.is og á Twitter og halda með Liverpool greinilega og ég meina utanríkisráðherra þá ekki komnir helstu lykilspilarar í stjórn. Allir sem skipta máli í ríkisstjórninni halda með Liverpool, það augljós, sko. Já, nákvæmlega. Nei, gaman að þessu. Við ætlum ekki að fara mikið yfir í pólitík. Ég verð að koma einu að reyndar, sko. Nú að koma kosningar í einhverjum sveitarstjórnum dæmi. Ég vel listana bara út frá hvað það standa í enska boltanum. Þannig að I'm up for grabs. Sjálfsögðu. Hvernig áttu að gera þetta þessi? Já, það sko svona bölkið og hryggstykkið í Sjálfstæðisflokknum, það Liverpool. Þannig að það bara mjög einfalt. En svo Bjarni Ben núna á Red Devils rauðu djöflunum að segja þetta nákvæmlega svona. Já, má vera, sko. Hann má eiga það sér, sko. Í afmælinu mínu þá kom hann með bolta sem var með öllum með einhandaorðum Ken Dalglish og John Barnes og Jan Russ og öllum þessum og gaf mér það fyrir framan mörg hundru manns, 80.000 manns, þannig að hann verður nú að fá kredit fyrir það. Það voru fallega gert á honum. Nú alvöru, já, það nokkuð vel gert. Hann eignaðist þetta þegar stjörnumenn voru, hann alltaf, þetta var svolítið því að þeir voru nú einhverju United menn, þetta nú svolítið ósækja, sko, þeir voru í æfingaferð þarna í Liverpool og voru að umgangast alla okkar helstu stjörnur í fortíðinni. Þetta var bara gullanda lið eins og lagði sig og hann fekk bara með lítilli fyriröfn eiginhættar áriðum frá öllu þessu snillingum. Þetta bara stórkostlegu gripur og frábær afmælisgjöf. Já, þetta alvöru. Þetta kút á þetta. Ég stila á það.
En stráka, ég held að við erum búin að taka meistaradeildina alltaf, hún hefur átt að huga okkar allan undanfarnar vikur og við kannski komum eitthvað inn á það líka í kvöld, en við höldum verðum að fókusa meira á deildina í þessum leik, í þessum þætti og ég kannski bara byrja þér Gulli með það, við vorum og höfum ágjörð þessum Chelsea-leik og er ekki að tala hans svolítið staðfesting á því sem við óttusturinn á lagið svolítið fara að segja til sín, eða hvernig horfðu þessi leikur við þér? Þetta bara svo augljóst og við erum með svo ótrúlega þunnan hóp þegar við erum að keyra, þú sér bara öll þessi lið sem við erum að keppa við og skiptir ekki máli hvort það í meistaradeildinni eða deildinni, það ekkert lið sem að keyra á 3 framherjum sem algjörlega frábærir, en þeir eru þess að bara mannlegir. Og ég verð nú viðurkenna það að ok, ég var náttúrulega hrikalega svekktur og ég var nú vonast þetta í jafntefli, ég hef alltaf tekið jafntefli á móti Chelsea, en þarna eins og staðan núna, ég var bara bið til Guðs að þeir meiðist ekki, því að þegar Chamberlain fyrir út að það enginn sem getur komið inn með fullri vinningu fyrir yngsvinni mínum og svo langi, þeir eru ekkert á pari við, þeir eru ekkert að halda upp í neinni sókn, ef einn af þessum 3 fer út og maður vissi þetta fyrir tímabilið, þetta eru frábær kaupi og Klopp, það eru öll góð, bara hver öðru betri, en þessi lið sem við erum að keppa við, þau eru með 22 leikmenn, 2 leikmenn í hverri stöðu, og sást þess að bara Chelsea núna, þó að þeir séu búið veikið sig á síðasta tímabili, að bekkur þeirra er bara allt öðru stað heldur við. Nákvæmlega, Maggi, hvernig var þetta verið? Já, því miður var þessi leikur svolítið bara eins og ég hafði áhyggjur af í þættinum síðast. Þó að Chelsea kannski kom mér svolítið óvart hversu fljótt Conte bara lokaði. Eftir að skoruðu markið þá náttúrulega greinilega bara hættan að hafa nokkra áhyggjur að skora fleiri mörk. En við vorum bara svolítið á þeim stað sem við höfum verið og ég held að hvernig við ætlum að fara í gegnum það þá náttúrulega þá hef ég bara, eins og Guðlaugur lýsti, þá það alveg klárt mála, það engin breytt í sóknarleiknum okkar og ég hef verið að reyna að verja svo langa í gegnum veturinn og hann hefur lúkkað vel í þessum 23 ára leikjum sem ég hef verið að horfa á, en hann greinilega ekki tilbúinn í þennan fótbolta, það augljóst, því að þetta var vond innkomi hjá honum og eftir vondar innkomi hjá Ings, þetta skoraði Ings þarna upp úr einhverju hotni á móti West Bromwich, en að öðru leyti hefur Ings ekki heillað mig og það auðvitað bara ferlegt að við séum á þeim staðnum að þurfum að láta þessa 3 gaurar að spila alla leiki til þess að ná einhverju ógn og ég meina, ef maður fyrir að hugsa út í það þá síðan að Coutinho fór þarna í janúar þá hafa þeir spilað hvern einasta leik síðan 5. janúar sem einhverju máli skipti sem hafa verið allir leikirnir og það auðvitað að koma í ljós ég var svo sem búin að tippa svolítið á það að það væri trend sem myndi hendina miðjuna og það líka kom í ljós að gekk ekki. Þannig en á miðjunni kannski erfitt að eiga við það vegna þess að þar erum við með Lallana sem við náttúrulega bara augljóslega búin að vera meitur í allan vetur og Oxlade og Kahn sem fengur náttúrulega bara slæm högg á lappirnar á sér. Þannig að það er kannski erfitt að kenna því að breiddin sé ekki nægilega miðjunni á okkur þegar við erum með 3 af þessum kalibur fyrir utan en bara vonandi þá klárast þetta bara á sunnudaginn og bara þá getum við alveg verið rólegir en á sama hátt kannski sem við kannski ræðum kannski meira síðar þá er það erfitt þegar þú ert búin að koma þér á þennan stað að við erum búin að eiga slaka 2 leiki í deildinni og svona áttum erfiðan leik að hluta til í Róm þá er maður svona ég ætla ekki að segja þess að ég fann efast ég heldur við klárum þetta á sunnudaginn að þá var þessi leikur þarna helgina svolítið þannig að svona standardin sem við erum kominir í núna er pínu hættulegur og það pínu stress í haustum á manni að þessi Brighton leikur verði okkur erfiður eins og liðið leit út helgina en við erum vantarlega til að fara eitthvað nánar í það í þettinum. Steini. Já, ég held að við verum að setja þessa leiki aðeins í samhengi. Eins hundpirraður að maður var í þessum Chelsea-leik, ég var inni, það var löngu áður en að Chelsea skoraði þetta mark sem að Conte var komin í skotgrafirnar, ég var bara mjög hissa hvernig hann lagði upp leikinn, þeir voru heimavelli og þeir bara bökkuðu strax og náðu að tróða þessu marki og þar með var það komið, en við verðum að setja þessa leiki svolítið í samhengi, þeir eru allir búin að vera
skvísaðir inn á milli leikja í meistaradeildinni, þannig að þetta eru auðvitað töpu stig alveg helgi eftir helgi og þetta alveg ferlega pirrandi, en maður skilur þetta, maður sér það alveg á mönnum að þeir eru komnir svolítið svona langt á tankinn sinn, sérstaklega þeir sem eru fram á við, og bara horfum bara á Sala, við tökum Sala sem, það þarf náttúrulega bara að selja hann að dreng, hann bara getur ekki raskat. Gríðarlega ofmetinn. Það var gríðarlega ofmetinn. En þú sér það samt alveg á Sala að það er aðeins komið í hausinn á honum hvað öll þessi verðlaun og allt sem hann er að pikka upp núna undanfarið, það er einhvern veginn búið að setjast aðeins á hann. Hann er aðeins þyngri einhvern veginn og hann er ekki svona kompakt fyrir fram að markið, og ég held að ef að ykkur hefur gott af núna viku pásu, þá er það Mohamed Salah, að bara aðeins, herri, já, flott, ég er búinn að vinna öll þessi verðlaun, það eru 2 leikir eftir 2 úrslitaleikir, let's get back to business, bara, það er greinilega búið að vera, hann var að henda sig niður núna í leiknum sem var bara, ég stóð bara upp úr sófanum og sagði bara, Sala, í alvöru, gerður þú þetta bara? Er þið bara alvara með þetta? Þetta var alveg bara ferlegt að horfa á þetta og hann er bara búinn að vera í einhverju sóni sem hann er ekki vanur að vera. Þannig að við þurfum að setja þessa leiki í samhengi. Þetta er búið að vera örugglega alveg gríðarlega erfitt að fókusa inn á milli alls, og núna eru bara 2 úrslitaleikir framundan, það er nóg hvíld, það er nóg nægur tími til að setja fókusun á réttan stað, og ég vil bara íta þessu svona bara aftur fyrir. Þetta voru erfiðir leikir sem við þurfum að læra af, og þetta Chelsea-lið, mér fannst það ótrúlega að horfa á þetta Chelsea-lið á heimavelli, hvernig approachið þeirra var á leikin, en fer og allt það, þeir unnu leikinn, þeir unnu hann á taktík og bara, þannig er það bara, en bara game on. Gulli, þetta lið hefur ekki alltaf verið í meistaradeildinni undanfarið ára eins og við þekkjum full vel, og sko það bara maður horfa á spilaðar mínútur hjá þessum leikmönnum, sérstaklega þessum helstu, sko, þeir eru allir að spila töluvert meira heldur en hafa verið að gera undanfarin ár, og maður líka velti sér fyrir sem þessi leikur var í kjölfarið á, þeir eru allir þetta í deildarleikindi núna verið annað í kjölfarið á meistaradeildarleik eða þá rétt fyrir, þannig að vera að gera ráð fyrir. Ég meina, eru við ekki bara fann að sjá tölfræði þannig í meistaradeildinni að þetta er þetta er farið að býta all verulega á í deildinni. Þetta minnir mörguleiti á 2005 tímabilið, finnst mér, sko. Jú, það sem að við veist Steini minn vera svolítið harður, sko, alveg sama hvernig, ég meina Sala er náttúrulega bara mannlegur, og þið sjáu bara hvernig, þú veist, sjáu svo bara City sem bara Aguero, og hann er bara, þú veist, hann er bara tekin út úr liðinu og svo fær bara sína hvíld, og þú ert með þarna, sko, alla þessa framherja og í rauninni miðjunni líka, þú ert bara búið að gleyma öllum þessu leikmunni, til dæmis svo City sem að hafa verið keyptir á 50 milljónir punda, þeir allt í einu putt, þannig að svo að poppa upp einhver nöfn sem maður er löngu búin að gleyma, meðan að þetta er bara næfu þunnur hópur, og meiri segja þannig þegar maður sá, sko, tímabil þá, mesta breiddin á miðjunni, núna þegar við komum þessi meiðsli og Lallana og Kahn og Chamberlain, og þá svo breidd bara farin, og við erum að setja einhvern kornungan hægri bakvörði í miðjuna. Þetta er bara staðan, og síðan í ofanálag sem er auðvitað bara gott, þetta er búið að vera svo stórkostlegt, þetta er búið að vera svo frábært, og þetta hlýtur að vera erfitt að setja svo bara hausinn bara á réttan stað til að spila á móti einhverjum, sko, Stoke og West Brom og hvað þetta er, og svona að reyna að stilla til að klára það sem þarf að klára. En það breyti því ekki að nú er bara að klára þetta verkefni, og ég er svona velti fyrir mér að því að auðvitað náttúrulega á maður ekki verið neina sko, fortíða þrá eða reyna að spegla það sem gerist áður, en sko þessi kappar þarna Súnes og Dalglish og þeir fyrir svona úrslitaleiki, þá fóru við bara til Ísrael eða Kýpur eitthvað og voru bara í sangria í sólinni, sko, þarna, og slöku á í nokkra daga fyrir leiki. Ég veit ekki hvort að það sé lausnin núna, ég kann ekki að segja frá því, sko. Ég held að því kannski ekki mjög vel tekið, en þetta er náttúrulega,
ok, ég skal bara viðurkenna, má kannski ekki að segja, ég náttúrulega bara komin á þann stað að þarna, það er komið svona aðeins víman að mér og núna ég bara orðin alveg hel stressaður, svona eins og bara gerist oft, að þarna, þetta gæti náttúrulega orðið bara fullkomlega stórkostlegt ef við vinnum 2 næstu leiki og við vinnum Real Madrid, við höfum það alveg á hreinu, ég veit ekki hvort það má fara að tala um það strax, en við vinnum þá ef við spilum okkar besta leik, þeir eru bara ekki breyki okkur, en þá þurfa menn náttúrulega að vera sko með bensín á tanknum og það sama með Brighton, við erum oft samt að náttúrulega það er ekkert að við þurfum ekkert að skoða síðustu leiki, þessi lið það er ekki eins og sko við séum að bara sko valt yfir þau, jafnvel þó allir séu heilir og allt gangi mjög vel að þá þurfum við að hafa fyrir þessu og þannig bara enska deildin, þannig að en ég finnst bara verkefni núna, fyrsta lagi að klára þetta, svo liggur það fyrir og mér finnst Klopp vera nákvæmlega með þau skilaboð, hann þarf að breyka hópinn með góðum leikmönnum. Við erum óheppni með, eins og Maggi var að vonast þess að Solanke myndi svona stimpla sér svolítið inn núna, hann er samt augljóslega bara framherji sem að er á þeim stað hann ekki búin að skora mark og það vantar sjálfstraust. Ings, ég bara fíla hann ógeðslega vel, hann er bara ekki nógu góður til að vera í svona liði. Hann bara er ekki á þeim standard. Þannig að Það var líka alveg spurning bara áður en hann mittist í 2 ár sko líka, þannig að já, ég meina, þú veist, auðvitað getur ekkert annað en fíla en að gæja, hann leggur allt í þetta og ég meina, hann er bara sko góður skorari og bara getur gert margt alveg prýðilegt, en þegar þú ert að taka einhvern út af hvort að það er þarna Sale, Mane, Firmino, að þá er bara okkar maður bara, hann er ekkert á þeim stað að geta verið eitthvað nálægt þeim, bara því miður. Nei, og mörguleiti náttúrulega eðlilega ekki, sko. Já, algjörlega. Maggi, ég tók einmitt samanlega, sko, í ganni, settið á Twitter, tölfræði bara leikjónum eftir mestardeild og svo bara almennt í öllum hinum leikjónum, sko. Það munar nánast í heilu stígi, sko, á meðaltalið leik, þannig að það ekki... Jú, ég meina, alveg har rétt sem Gulli verið að segja með það, sko, það er náttúrulega, ég setti einmitt inn á Twitter eftir þarna, þetta, ég var nærmlega að blóta, helvítis klúður gegn Stoke, sko, að það væri stór vika framundan, við stóðumst fyrir að prófa fjallum og setna og það er auðvitað bara, sjálfur sér ekkit óvænt að þetta lið er ekki með breidd til þess að höndla 2 keppnir og það var alveg rétt sem hún sagði á þessum tímapunkti, það var kannski bara fínt að dæst út á móti Vesturlands Albion og örugglega hefðum við ekkert verið á sama stað á báðum stöðum ef við hefðum verið í þeim keppnum, en við höfum alltaf spilað þessum strákum sem eiga ekki tjens í liðið, en það sem mér finnst kannski verið að fara að gerast núna í þessum síðustu leikjum móti Vesturlands Albion og Stoke sem er náttúrulega mjög pirrandi, við erum kannski búin að taka út Lallana, Solanke og Ings, ég meina Moreno kom inn í einhverja leiki og ekki að sínu, hann greinilega treystir ekki Ben Woodburn sem hann lét spila í fyrra og það er einhvern veginn þannig að það virðast bara að vera orðnir 11 leikmenn heilir sem hann einhvern veginn svona treystir og er svona reyna að nota Klein sem átti nú mjög vondan seinni hálfleik á móti Chelsea og svona lokina fyrirleik eftir að hafa byrjað nokkuð vel og það er það sem mér finnst kannski vera svolítið það sem er að gerast einhvern veginn núna að þessi strákar sem voru svolítið að spila þarna fyrst á tímabilinu, Klavan, Moreno byrjar vel og eitthvað svona, að það, Gómez höfður svo kannski núna stóran meiddur, að það er bara basically þannig að þeir leikmenn sem að geta staðið í þessum leikjum sem að skipta máli, þeir eru 12-13 í leikmannhópnum og það er náttúrulega bara málið segja það er náttúrulega bara kannski afrek ef við horfum á það að frá því að glugganum var lokað í janúar að menn tóku þennan séns að vera ekki með að kaupa ekki fleiri leikmenn hérna í janúar, þá er það náttúrulega í rauninni alveg magnað að við séum að fara inn í 2 úrslitaleiki á tímabili og það er bara auðvitað stöndum ára á fettum úrslitaleikjum, við áttum okkur allir á því að það verður ömurlegt podcast í næstu viku ef okkur tekst að klúðra þessu þegar við vorum að horfa á sko Bournemouth, Stoke og svo Chelsea, þá sögðum við 70 gulltryggja okkur í meistaradeildina, 60 ætti að duga og það er alveg komið í ljós en núna erum við sko eftir þessa 4 leiki búin að fá 5 stig af 12 sem er alltaf bara vond framistað á allan hátt og meðan Stoke eru fallin og Vestbrom munu líka falla þannig að núna erum við að fara inn í leik Þeir eru fallin staðfest ég bara myndi það og þá er það náttúrulega er það líka
hefur það alveg tendensin til þess að skrifa sko ömurlega í þetta tímabil ef að leikir tapast. En ef maður horfir á þetta og bara, einmitt eins og þú varst hendun á Twitter og þetta sem við erum að horfa hérna á skjál sem þú varst að gera fyrir okkur með spilaði mínútur í meistaradeildinni eftir að Matip meiddist, þá kannski bara og Oxlade Chamberlain, þá erum við komni bara niður í það að kallinn að spila á 11 leikmönnum basically hugsið tilbaka. Það búið að vera síðasta mánuðin þetta sömu 11 að spila og það má kannski líka alveg segja það ákveðið afrek út af fyrir sig að vera með liðið í úrslitum meistaradeildar og að fá þessum árangri í deildinni þó við höfum allir verið að vonast eftir meira heldur en 4. sætinu sem að stefnir yfir kannski ná að gera núna. Þá má líka alveg líta að jákvæmt að segja það dálítið magnað að fara með 13 leikmenn í gegnum mót og komast þetta langt. Já, okkur alveg skýtsaman hvað við lendum í hvaða topp 4 við lendum með við meistaradeildina. Já, mér skýtsaman hvort lendum við öðru að 4. sæti þannig. Það kannski það sem ég svektastur yfir það að við skulum ekki, hafa leikmannahóp til þess að klára, þennan leika mútið Vestfólmins Albans þegar við tökum Sala út af, þá bara hverfur sóknarbúrið og svo mútið Stók voru menn alltaf bara gengnir upp að njám og við fáum færi uppbútar tíma Chelsea eitthvað langan boltinn í teig þegar við erum komið með lurkin inn í sem hann klárar svo illa. Þannig að við erum bara doldið á þeim staðnum að það einhvern veginn virðast ekki vera neinn ráð og kannski kom það í ljós þegar hann svo sem fór eftir því sem ég var búin að vera að tala í síðustu viku að skásta leiðin sé að taka hægri bakvörðin okkur og henda honum inn á miðju. Þannig að þetta liðs gegn meistaradeildina og vinna og svo vinna meistaradeildina og vinna það í vor var það náttúrulega doldið flott og má kannski líka alveg segja það að ég meina hann verið að velta fyrir sig fitness levels hjá Kloppi gegnum tíðina að þarna allan virðast að vera komið leikmenn sem hann á að standa af sér rosalega mikið álag því ég ætla ekki að tala upp eitthvað álag endalaust en það að vera búin að spila á sömu 13 leikmennum frá til janúar í Englandi náttúrulega magnað. Steini, heldum aðeins áfram, þetta var síðasti leikur Liverpool núna gegn þessum topp 6 liðum og kannski erfiðasti leikurinn að bera saman við þessu topp 6 lið en munurinn á stigasöfnun í þessum leikjum bara með við tímabilið fyrra sem var náttúrulega mjög gott, hann alveg sláandi. Ég meina, heldur að sé eitthvað af þessu að hinnum stóra liðina hafi náðu að lesa Klopp eitthvað betur? Nei, ég held ekki. Ég held að þetta bara svo oft hann í þessum stóra leikjum og þá það þessi litlu atriði sem að skipta öllu máli og þetta geta fallið með þér á móti þér og bara þetta fjall verulega vel með okkur í fyrra og svona meira á móti okkur núna. Þannig að ég held að sé ekki þannig. Ég horfum bara á leikina gegn Man United. Við erum að gera jafntefli á Anfield þar sem að þeir átti ekki sáu alla bara í 8 markinu okkar. Leikurinn á móti Tottenham heima. Þetta svo lítil atriði sem skipta máli í þessum stóra leikjum, þannig að ég horfi ekki mikið í þessa tölfræði og alls ekki að ef þetta hefði verið þannig að þau hefði bara tekið okkur á taktík, trekk í trekk liðin, þá hefði ég kannski verið til að ræða að menn væru að læra inn á Klopp, en það var bara ekki þannig. Sammála þessu Gulli, hefur engar áhyggjur af því að þessi verið að lesa hann okkar mann? Nei, ég held að ég ætla ekki að segja auðleysanlegur, hann virðist nú vera svona frekar samt svo augljós hvernig hann spilar og það var alveg augljóst að hann kom til Liverpool og manni finnst eiginlega allir leikmennir sem hann kaupir þeir vera svo uppfylla ákveðin svo skilyrði, allavega þeir sem eru í sóknu og raunni kannski vardamenni líka. Þeir verða að vera alveg hrikalega fljótir að hlaupa og þeir hafa endalaust tól og teknískir og þeir verða að hafa hausinn í lagi. Og það sem er gott við hann og svo þetta spilar hann þennan sprengibolta en það sem ég finnst gott við og ég held að þarna líka við Klopp, ég gríðarlegur aðdáandi Klopp. Ég áður hann kom til Liverpool að ef að þið bara sagtu mig þú mátt vilja hvaða framkvæmdastjóri sem framkvæmdastjóri Liverpool þá ég alltaf valið hann. Því ég held að fyrir utan að vera að spila flottan fótbolta, flottu karakter, þá hann líka held ég með rétta hugafæri, hann gat farið í alls konar lið en hann kominn til Liverpool til þess að klára verkefni sem mun gera það verkum að nafn hans verður ódauðlegt og hann mun gera það. Og mér finnst líka gott að því að mér finnst þetta alltaf vera sama eins og þið að lýsa hér, þetta eru keyrt á 13 mönnum frá í janúar. Einhver hefði í einhver taugaveiklun
keypt einhverja leikmenn, bara einhverja sem að vonaðist til þess að ganga upp. Hann bara stenst þá freistingu og auðvitað erum við í frábærum málum. Ég meina ef við verið hérna að tala saman í haust og við hefum sagt hérna sko já, hérna, eftir síðust umferðina þá erum við hérna, ef við vinnum Brighton þá verðum við í topp 4 og við verðum í úrslitum á móti Real Madrid í meistaradeildinni. Ég held að við höfum alveg sagt, já, ég til í það. Ég er þetta ekki 10. seti, sko, og þú veist, við skulum ekkert vera að kvarta og hérna, ég hef bara fulla trú á þessu verkefni, ég ánægður sömuleiðis með eigendur, þeir eru búin að koma klúbbnum, ég er alltaf verið að verra og verri, ég les svolítið fjármál knattspyrnuliðana, sko, og þarna náttúrulega sérstaklega okkar félags, þetta er bara komin á traustan grunn og framtíðin er björt og þó ég skulle alveg viðurkenna það að geðheilsa mín í sumar mun fara svolítið eftir því hvernig næstu 2 leiki fara. Ég skal gangast við því. Nákvæmlega. En sko ég ætla kannski að fá að vera pínu ósammála Steinar sem gerist nú sjaldan, en það sem að mér finnst kannski mér finnst kannski ekki, ég ætla ekki að segja einhverja við skáka Klopp, en mér finnst að við horfum á leikina við deildarleikina við Manchester City þá er þeir kannski eitthvað minnst á milli en í báðum United leikjunum, í báðum Tottenham leikjunum og í báðum Chelsea leikjunum fannst mér við vera að keppa við lið sem voru betur mönnuð og sterkari heldur en við. Voru svolítið að svona lenda í því núna að það sem var að ganga upp í fyrra í gegn þessum stærri liðum var ekki alveg að gerast núna og það í tilviki United var það, má segja það bara að þetta system sem Mourinho hefur komið í það lið og svo náttúrulega almennu leiðindi sem að því fylgja eru lið sem við eigum erfitt með. Við eigum erfitt með lið sem liggja svona aftarlega eins og við bara sáum Stoke gera. Stoke voru mjög nálægt í að stela sigrinum í uppbótartíma típist eins og United gæti hafa gert einhverjum tímapunkti. Þannig að mér fannst og aftur Chelsea leikurinn heima, veist, þá fannst mér bæði Chelsea og Tottenham leikjunum heima, ef við hefum unnið þá leiki þá hefðum við ekki endilega verið að gera það sanngjarnt, hins vegar náttúrulega að það að fá á sig marka á móti Chelsea eftir að vera búin yfir eitthvað í einhvern griljóna tíma og svo þetta uppbótar víti sem Tottenham skorur úr, auðvitað svekkir mann, en mér fannst í þessum tilvikum, í þessum leikjum sem að við erum búin að spila við til dæmis United, Tottenham og Chelsea, þá fannst mér við ekki eiga endilega fleiri stig skilin. Hver var munurinn á United í fyrra og í ár? Hann er engin. Við töpum Old Trafford núna þegar jöfnuðu eru 10 mínútur eftir í fyrra. Já, það var engin munur á þessum 2 leikjum. Það var engin munur á Anfield leikjunum. Hann pakkaði nákvæmlega eins í vörn í báðu leikjunum. Mér fannst munurinn núna bara hvað dettur inn og hvað dettur ekki. Það getur við sagt alla leiki, skilur. Mér fannst allavega núna, munurinn til dæmis á United-leiknum fyrra, þar sem við erum yfir í 65 mínútur og þeir jafna þarna, þegar Zlatan jafnar einhverju 8004 eða hvað það var. Munurinn var þarna, alveg eins og sé að Chelsea núna, þegar United skoraði, þá voru þeir komnir á þann stað sem þeir vildu vera, alveg eins og Chelsea gerði núna. Og markið okkar á Old Trafford er náttúrulega gjöf, þeir fáum sjálfsmark þar á okkur. Þannig að mér fannst það vera eitthvað sem við vorum að vandræði með og þar spilar auðvitað inn í held ég líka það að akkurat til dæmis núna helgina, hvern áttu við að setja inn á sem myndi breyta leiknum? En hafa greinlega búin að gefast upp og yngs og alveg eins þegar þarna erum við að tala saman. Vorum á Trafford skjó og þá erum við ekki að tala taktískan svona eitthvað outplaying taktikali. Þetta er bara nákvæmlega eins á milli ára. Já, ég er ekki alveg samanlega og svo fannst mér til dæmis og það er það sem að mér finnst í rauninni dálítið magnað og horfði til dæmis á Tottenham gera gamaldags Liverpool-leik á móti Vestbrún helgina. Ég satt hérna niður og var að bíða þannig að ég horfði á seinni leikinn en Tottenham Vestbrún. Mér finnst Tottenham í rauninni, það er ótrúlegt að það vera þeir sem að setja upp með svartapjötur fyrir utan meistaradeildina því til dæmis í leiknum á Wembley áttu við ekki breyk og þeir í seinni hálfleiknum voru við búin að vera í algjörri vörn í langan tíma þegar Salah skoraði wondermarkið okkar. En ég aftur á móti held að það sem að gerast líka núna muni hjálpa okkur til við að breyta þessu. Ég held að það, hversu mörgum leikjum við klúðruðum móti litlu liðunum í fyrra og það hefur lagast í vetur versus það við erum ekki að fána með ykkur 5 stig á móti þessum topp 4 handa klúbbum. Ég held að það er eftir að breytast í að hann mun kaupa sem sagt leikmenn í sumar sem að munu
verða leikmenn sem geta klárað Old Trafford leikina, United heima og þessa Chelsea leiki sem við náðum ekki klára í vetur. En strákar, kannski aðeins komandi, hverjum gengur sérstaklega vel á móti liðum sem liggja aftarlega? Við erum svo sem Róma, liggja þeir ekki fyrir eitthvað aftarlega og það gekk nú þokkalega á móti þeim. Sko City þegar þú horfir á þá spila á móti þessu liður sem vilja öll liggja aftarlega. Að þá snýst þetta það að þú ert með það breiðan hóp að þú getur sko komið með eitthvað nýtt inn á. Í þessu tilfelli okkur, þá eins og við erum búin að ræða, það ekkert nýtt til að koma inn á ef að það búið að reyna allt í einhverja 70 mínútur plús. Ekki það ekki mjög ná neinni fullkomnum, það langur við og frá, en ég verða viðurkenni, ég svolítið á sama stað og Steini hvað þetta varðar að sko það bara, þetta alveg sama hvernig við greinum þetta, niðurstaðan alltaf sú, breiddin bara lítið, það munar rosalega miklu fyrir klubba að geta sett inn einhverja sko topp strækjar eða topp leikmenn inn á þegar 20 mínútur eftir mínus og við bara það vantar að auka gæði. Ég að segja að við erum ekki með breiddina, það bara augljóst og því lengra sem líður á tímabilið að þá verður þetta alltaf erfiðara því að það er nokkar leikmenn sem alltaf búið að spila alveg stórkostlega og það ég held að sé ekki að við berum saman tímabilin og ef við ekki farið áfram í meistaradeildinni þá varum við löngu búin að klára þetta topp 4 að þetta miklu sterkara og öflura og flottara lið heldur fyrir á síðasta sísoni en það verður alltaf erfitt að spila móti liðum sem að liggja aftarlega. Ég tala ekki eins og Manchester United sem að verður bara að segjast og að þetta eru náttúrulega, þó að mann finnst þeir ekki að blómstra, þetta eru topp leikmenn sem er búin að kaupa. Já, dýrasti hópur deildarinnar, þeir náttúrulega bara eiga að vera sterkir, sko. Þeir eru svipa dýrhópur, eru ekki dýrar í Manchester City, ég var að sjá út samanburði daginn, þeir eru allavega annarkoð þeir eða City. Það er rosalega jafnt, já, það er rosalega jafnt og svo líka sko með markmann sem er að verja sko okkur 15 skotum yfir expected goal sem er bara sturlu tölfræði fyrir þá nördar sem er að fylgjast með því sko. Hann er svo langbestur í deildinni það er bara vandræðilegt þegar að markmenn sko. Já, minnst ekki á hann ógrátandi sko. Ég gera það vanlega ekki sko. Herðu, Gulli, ef að breiddin er svona mikið vandamáli hjá hópnum okkur og mína tímabili náttúrulega að vera búið þannig að við getum aðeins farið að hérna stikla þessu, við gerum kannski meira af því líka í næstu viku en hérna ef við horfum bara hópinn hjá okkur núna, hverjir eru líklega að kveðja núna svona þá næsta leik þá líklega úrslitaleikurinn, byrjunlið þar ef allir eru heilir sem eru ennþá heilir hérna, segir sér nokkuð eins og allt Sko, þeir sem náttúrulega augljóslega til sölu að því gefnum sér að fá betri leikmenn ég meina, sko, Lovren að vísu svona, hann alveg Jekyll and Hyde, annarkvort hann algjörlega frábær eða maður bara fyrir ekki, þú veist, hann bara svo bara áhrifandi sem að fengi þarna búningu sko óvart og einhvern veginn dott inn á. En hann ekki nummer 2 alveg pottið núna, þó að Matti bara heilla þá Lovren nummer 2 Jú, en ég meina, sko ef ég ætti að byrja, ég myndi ekki byrja á vörninni, ég byrja á því að það verður að kaupa 1 eða 2 fram hér í viðbót og það þarf líka að bæta við á miðjunni. Ég meina vörnin það skásta hjá okkur í rauninni ef við tökum svona heildina, það sé fjölda leikmanna. Klavan hins vegar ekki sko á þeim standard að hann sé sko bara geti verið í sko bestu liðum í Evrópu. Lovren það á góðum degi en ekki á slæmum degi. Og Matip sem ég nú fundist vera frábær að maður fann það þegar fann Dijk kom inn fyrir veikleikar hans allavega þegar maður horfir á þetta svona sem áhændi að hann stýrir einhver. Þessi hafsendar verða að vera svolítið afgerandi og ég var stóri munur bara þegar fann Dijk kom inn. Þetta svolítið herfóringi og náttúrulega fyrir þannig að vera alveg stórkostlegur leikmaður og síðan maður náttúrulega vonast eftir að fá markmanninn með Greini. Mér varst frábær ákvörðun hjá Klopp og algjörlega rökrétt að bara gefa Kariusi þarna tækifærið og hann bara að spila vel úr því og þetta góður markmaður en ég að bíða eftir heimsklassa markmann sem að bara því við vorum að tala De Gea, ég bara að bíða eftir einhver sem að sko það ekkert, við erum ekkert að deila um þetta, hann bara í markinu og hann bara frábær og hann að skila okkur einhverjum 12 ekstra stigum. Þá tala um að minjuleg kveðji þá til dæmis? Ég bara ég gleymdi að taka það fram, ég veist það bara fullkomlega augljóst að hann, ég meina, og sömulegist og ég nátt þarna gaman að Moreno, hann alveg til sölu, Klavan alveg til sölu
og þarna Ings og auðvitað Sturridge og Solanke kannski lánan, ég veit það ekki, ég meina Origi, þú veist þessi strákar allir til sölu en það náttúrulega dugar ekki að selja þú kaupir ekki eitthvað betra í staðinn. Stóra máli náttúrulega hverjir kom inn og mér, auðvitað maður bara skoðandi einhver YouTube svona þegar maður tíma til þess og þetta lítur allt ljómandi vel út þessi leikmenn sem maður sér þar og eru orðaðir í félagið en við verðum að kaupa leikmenn sem eru á þeim standard að þeir sé að keppa raunverulegu sæti í liðið og að veita topp 3 og miðjumönnunum sko alvöru keppni. Ég held að veri frábært að fá Keitinn, mér alveg saman sem búið að fá ykkur rauðspjöld, hann döðlegist í Þýskalandi, hann bara býð eftir að koma til okkar. Þegar ég horfði á hann spila frábærlega en okkur vantar líka fleiri toppklassa miðjumenn. Ég held að það sé bara ótímabært að tala hvernig eiga að fara út hreinlega því að sko fyrir utan þessar svona augljósu sem eru Daniel Sturridge og Origi að þá bara eigum við ekkert að vera að tala menn sem vera að fara út. Við eigum að vera að tala bæta var inn í hópin og þeir sem eru þarna eiga bara að vera 4. kostur, 5. kostur, 7. kostur, eitthvað áleika við okkur alltaf breytt. Alveg eins og Gulli var að tala áðan. Það sem að háir okkur mest og að mínum að þetta er ekkert verið að skáka taktískt Klopp heldur bara að skortir gæði í leikmönnum 12, 13, 14, 15 og 16. Þess vegna er spáð ykkur, hvað gerum við þá sem eru núna? Þeir færast bara aftar. Ég meina það ef við látum til dæmis Lallana fara, þá þurfum við 2 í staðinn. Það bara segir sig sjálft. Á hverju ættu að láta hann fara? Hann er búin að vera meiddur svipað mikið störri. Miklu meiri störri, hann er miklu harra hlutfall til störri. Já, þá er hann bara meiddur. Við erum ekki að fara að bæta við ykkur 8-9 mönnum. Og ef hann verður meiddur áfram í ykkur 4 mánuði, þá bara verður hann meiddur áfram í 4 mánuði. Það þarf að bæta í hópin, það þarf ekki að hugsa hverja við eigum að selja. Það eru leikmenn hann út á láni sem að augljóslega eru ekki partur af plönum Klopp. Þeir fara og síðan á bara að vera að hugsa það hvar bætum við inn og bara þá færast menn aftar á listan. Punktur. En þau eru ekki gefið þessum ungu líka einhvern tjensta þannig að þess að búa til. Ég held að, ég hendi mínu sendum inn í þetta. Ég held að sé nú alveg pottþétt að það sé verið að sko, horfa á töluvert einmitt af þessum nöfnum sem að Gulli var að tala Ég held að ég er ofboðslega sammálanum við það sem vant. Og ég held aftur á móti það sem aftur á móti klárlega líka gerast það bara virkilega að við bara verðum að vonast til þess að þetta tímabil endi vel því það er búið að vera svo helvíti gott, það er búið að vera svo margt flott í því að ég get ekki hugsað mér að horfa hérna á Evrópudeildina og Silfurvölunni í Kíf, það væri bara ömurlegur endir á þessum vetri, það væri bara ræðilegt, það væri bara með því verra sem maður hefur lent í. Þannig að því gengnu að við vinnum í rauninni annarkot þennan leik, við erum sama kott við vinnum ekki, auðvitað ekki, vil ég vinna Real Madrid, við verðum að vinna annarkot þeirra til þess að við getum verið að halda mikið klúbinu okkur upp. En þá það líka ég var að segja á þann að þá eru þetta einhverjir leikmenn sem að eru bara greinilega ekki í þennan standard af fótbolta sem við erum að gera. Menn að það klárlega getum við sagt það að við erum að tala um þessu í janúar, þá voru mistökki að Kloppa að setja Ben Woodburn ekki í lán. Hann er ekki búin að spila mínútu í janúar held ég, hann spila einhverja 7-8 mínútur í einhverjum leikjum held ég ekki. Strákur sem að spila einhverja 14 leiki í fyrra. Og það er bara vegna þess að liðið orðið betra. Þannig ég er sammála steina líka í því það verður ekkert keyptir einhverja 8-9 leikmenn en ég er aftur á móti líka sammála Gulli í því að það eru þarna stöður sem þarf að styrkja. Við getum ekki farið inn í næsta vetur með Ragnar Klavan sem 3. hafsend. Gómez er annar leikmaður sem alltaf meiddur svolítið. Matip er búin að vera að missa núna 50% leikja sína kom. Þannig ég held að við þurfum að styrkja hafsendana, við þurfum að bæta öðrum miðjumanni við, út frá því sem við erum að tala um sem að verða svo nokkuð obvious að kann sé að fara. Og svo er ég sammála Gulli í því að við þurfum að fá markmann og center. Þá erum við að tala um ykkur 4 alvöru nöfn fyrir utan Keita. Og það auðvitað kallar á það að leikmannahópur sem er í rauninni svolítið stór. Því að við erum margir búin að gleyma Sturridge og Origi. Við skulum líka átt okkur á því að Marko Grujic er ekkert að fara verða
19., 20. og 21. í hóp hjá Liverpool eftir þetta lán hans í vetur eða Harry Wilson eftir hans lán í vetur. Þannig að ég held að það sé alveg svolítið svona einhvern veginn það sem ég held að sé að gerast í klúbbnum hérna núna bara það að við erum komin kannski hraðar, ég reiknaði ekki með að ég væri með úrslitum meistaradeildar á 3. ári Klopp, að nú erum við bara, við getum ekkert, átt einhverja mínútur fyrir ungustrákana eða verið að spila Ragnar í klafan. Við þurfum bara núna að grípa þetta tækifæri að vera komnir inn í, að vera bara í deildinni með City og Real Madrid og Bayern München og þessum liðum öllum og bara fá okkur þannig leikmenn inn í liðið. Við skulum átta okkur á því, við erum 2 leikjum frá því að eiga annarkvort algjörlega stórkostlegt tímabil eða algjörlega ömurlegt tímabil. Þetta er ekki flóknar, það eru þarna 2 leikir, ef þeir vinna spáðir þá er þetta bara algjörlega fucking fantastic tímabil, ef þeir tapa spáðir þá er þetta algjörlega ömurlegt tímabil. Samanlega. Ef við erum alveg sanngjarnir líka við sjálf okkur, þá bara þessu tímabil og hvað þá síðast að við vorum ekkert að spá í hvort við kæmumst í úrslit meistaradeildar undir Klopp, við vorum bara að ágjöra því hvenær í andskotinu ættum næst að komast með við ríkidæmi í boltanum og svo öðrum liðum og þannig þetta er náttúrulega í rauninni alltaf. Já, en að sjálfsögðu þetta náttúrulega bara, þetta er svolítið hart að segja þetta, þetta er rosalega hart að segja þetta við lið sem búið að skemmta okkur alveg bara hrikalega í vetur og bara búin að vera óbúslega flottir í alla staði að segja bara að þeir geti hreinlega sett þetta tímabil, en það er alltaf bara þegar þú tekur inn í væntingastjórnun og slíkt, en stóra málið að því við erum að tala meiðsli hjá mönnum eins og Matip og mönnum eins og Lallana og slíku, þegar þessir, og það er það sem maður er að vonast eftir, þegar þessi leikmenn færast aftar í goggunarröðina þá erum við að tala meiri gæði í hópinn og að það er minna álag á þessum gaurum. Það ætti vonandi að þýða það að það er minni ábyrgð á þá þannig lagað og að það eru komin aðrir og betri í staðinn. Nákvæmlega. Herru, talandum leikmannakaup og náttúrulega sérstaklega þegar við erum með utanríkisráðherra með okkur og kannski þann mann sem veit hvað mest málefnið. Guðli, mig langar aðeins að spyrja að forvitnast hvort þú hefur eitthvað kynnt áhrif Brexit á enska boltan. Veistu hvernig það kemur til með að virka bara eins og varandi leikmannakaup og svoleiðis? Varum við að horfa á alltaf öðru í sumar núna hjá Liverpool heldur en við erum að gera núna eða hvernig og þá hvenær það yrði? Nei, það er það eina sem að veltur á og það sjálf sem hefur minnst með Brexit að gera, það er bara efnaður inn í Bretlandi með annars staðar, hvernig gengi pundsins hvað þegar við erum að kaupa erlenda leikmenn, hvernig því það er náttúrulega því sterkari sem pundi því betra er fyrir Liverpool að kaupa leikmenn í öðrum liðum. Er ekki frjálst flæði núna milli leikmanna frá Evrópusambandinu eða hvernig? Jú, ég sé ekki að það breytist, ég veit ekki á hvað forsendu það ætti að vera. Það er þannig að ég held að það sé ekkit, við getum alveg svo verið rólegir yfir Brexit hvað þessa liti varðar. Það sér spái, þú þarft atvinnulegu að kaupa mann frá Brasilíu og Afríku eða frá Suður-Ameríku og Afríku og svoleiðis, heldur þú að verði ekki þannig fyrir leikmenn frá Þýskalandi og Frakklandi eða þannig? Nei, það eru ekki nema bara koma einhver vitleysa sem ég bara ekki sjá koma upp á milli Evrópusambandsins og Bretlands, þá er náttúrulega bara það er skilgreint markmið hjá breskum stjórnvöldum að þeir vilja viðhalda viðskiptatengslunum eins og hafa verið fram til þessa og ég veit ekki hvað ég að fara í þetta svona í dýptina en pólitísku vilji breska yfirvalda er ekkert að breyta þessum hlutum. Það eru aðrir hlutir, það er snýra því að vera með sjálfstæða viðskiptastefnu og þeir vilja hafa svona stjórnarhlutur sem ekki haft stjórn á fram til þessa, en það er ekki nema bara sem ég sé heldur ekki gerast. Evrópusambandi myndi bara setja einhverja skorður á einhverjum hluti að reyna að gera einhverjum hluti erfitt fyrir í tengslum við þetta, en það væri ég hef ekki séð neitt slíkt í kortunum og hef ekki séð neina slíka umræðu verið í gangi. En ég mætti kannski aðeins að því að þó ég sé nú sammála félögum mínum að ég veist ekki rétt að teikna upp að ég skal alveg viðurkenna það
að það yrði náttúrulega þungt fyrir hjartað ef við myndum tapa þessum 2 leikjum, en sko við skulum ekkert fara í eitthvað algjört þunglindi. Það er það að vera búin að ná þessum árangri og munurinn á Evrópudeildinni og meistaradeildinni svona eins og fjárhagslega ekki jafn mikil eins og var áður, og Liverpool bara komin á bara allt annan stað, og ef eitthvað að marka það sem maður að lesa, þá það sem maður kemur ekki óvart, þá eru bara alvöru leikmenn sem vilja koma til Liverpool, bæði bara hvernig eru búin að spila, líka út á Klopp, og auðvitað bara verkefni núna að vinna báða þessa leiki. Að vinna annan það eitthvað sem við höfum kannski sett okkur við fyrir tímabilið, en við viljum vinna á báða. En jafnvel þó þetta fari ekki eins og viljum, þá er bjart framundan og þetta búið að vera stórkostlegt tímabil. Amen, sammála þessu. En ég verða ekki ef við töpum fyrir báðinlegum. Nei, þú veist, ég er ekki að segja. Ég veit. Við eigum ekki að mála myndina dekkrúnni samt sem áður. Nákvæmlega. Steini, við langar aðeins að taka smá umræðu starfslið Liverpool núna. Liverpool eins og við tala í úrslitum meistaradeildarinnar, og manni líður svolítið að maður skoða fréttirnar núna undanfarið, það sé allt starfsliðið að fara. Sérstaklega náttúrulega þá Búvats og svo náttúrulega Gerrard að fara að taka eitthvað hellingar starfsliðið með sér. Heldur þetta eitthvað sem ættum að hafa áhyggjur af svona innan innræftarsklúbsins, eins og Akademíu Lindes fór í janúar, og Bíl og Gerrard að fara núna, og svo Búvats sem búin að vera hægri höndin í 17 ár. Heldur þetta eitthvað sem við þurfum að spá í? Nei, ég held ekki. Ég held að stóra málið skiptir í þessum stjórnun og knattspyrnuliðum er stjóri sjálfur. Hann velur sér aðstoðamenn, og þeir eru aðstoðamenn út af mörgum hlutum. Hann misti Wagner, og Wagner að gera góða hluti hjá Huddersfield. Hann finnur bara annar mann í staðinn. Það er náttúrulega bara skiptir aðmál á hausinn síðan, og síðan bara varandi eins og þessar leiki sem eru eftir, að þessir aðstoðamenn, þó að þeir séu frábærir og full respekt á þá spila þeir ekki leikina. Ég er meina kannski meira svona í stærra samhengi, sko. Já. Ég meina, ef við horfum á Gerrard til þess, tökum hann bara aðeins út fyrir og skoðum hann, og þá vissu það allir sem vildu sjá það að hann var aldrei að fara að verða einhver unglingaþjálfari hjá Liverpool í einhver ár. Það var bara alveg morgunljóst. Hann stemdi á það að verða framkvæmdastjóri, og hann byrjaði hjá klúbbnum, og hann kemur örugglega aftur í klúbbinn. Hann bara á láni, ekki? Já, en þetta bara skref sem allir vissu að hann væri að fara að taka, og bara flott skref, og við fórum yfir það í síðasta þætti, en það koma, og það er mjög sjaldgæft, held ég, í þessum bransa að unglingaþjálfarar séu ár eða áratugi á sama stað með sama lið. Þetta er rosa hreyfing á þessu, og bara á meðan að rétti hausinn er að stýra svona heildinni, og það sé gott skipulag, þá hef ég engar áhyggjur af þessu. Þetta hvorki longtorn né shortorn. Maggi sammálaðs, það sé aðeins að meina kannski ekki Gerrard út fyrir svega eins og hérna, sko, þeir eru að fara núna Michael Beale og Lindes svona, við hefum aldrei séð akademíuna svona öfluga, og náttúrulega Búat heldur þetta telja eitthvað í? Ég er svolítið sammála Steina, því að Gerrard var nú kannski alltaf eitthvað sem við reknum mikið með að myndi taka langan tíma, og mun hafa lítið að segja hjá Klopp. Ég aftur á móti viðurkenni það. Það er bara gaman að fylgjast með þessu jobbi hans Gerrard, og það er engin tilviljun að Reynsins er búin að taka hann í þetta jobb þeirra, því að bæði náttúrulega hefur hann stimpil áður, en hefur alveg sýnt það í vetur að hann er fókuseraður og gerir þetta vel, því að það sáist klárlega breytingar á liðinu, og þegar maður les viðtölu við bæði náttúrulega Bíl og þess að kalla sem hafa verið yfir honum, að þá var hann að gera þetta á góðum tíma og á góðum stað. Bíl náttúrulega fór til Brasilíu og var þarna á einhverjum svona stöðum sem að voru svona ekki alltaf á, og kemur svo aftur núna bara í veturstutt, en það skiptir það máli í nútíma fótbolta, þá er ekki þjálfarinn sá sem að
ræður. Það eru þjálfara teymin sem virka og mér finnst það hafa alveg orðið ljóst í bæði í íslensku fótbolta og landsliðsfótbolta og í ensku fótbolta og það verður bara gaman að sjá hvaða leiðir Klopp fer ef það fer sem horfir að hann missi búið frá sér þá verður það bara svolítið spennandi hvaða leið hann fer og ég var að lesa einhverju síðum að Fowler sé komin í stað fyrir Gerrard því að Gerrard hafi verið svona einhver íkon sem að skipta það máli. Þá held ég að við sjáum pottþétt í sumar, þá sjáum við stjórnendur inn í teymið hjá honum sem að koma í staðinn fyrir Linders og Búats svona eins og maður heyrir að því hvernig hann hefur þjálfað og hvernig hann hefur gert hlutina þá hefur hann alltaf verið með teymi í kringu sig og þetta var 4 manna teymi sem að skipuleggja æfingarnar. Mér skilst að Klopp sé ekki mikið í því. Búvats var mjög mikill dómar í leikmannakaupum og einhverjir segja nú að það verið hann sem hafi sannfært Klopp kaupin á Sala og þannig að þetta mun skipta einhverju máli en það mun auðvitað skipta bara máli hvaða spilara hann tekur inn í þetta teymi sitt í staðinn því hann vantar núna 2 frá því í vetur. Vonandi hefur þetta ekkert að segja út tímabili, ég held að það sé alveg orðið sett og klárt en það skiptir auðvitað máli hvaða menn hann velur með sér því að svona mýtan það að einhver stjóri geti labbað inn í klúbb og séð þar einn og séð sá sem að býr allt til, hún bara ekki rétt sko. Þó vissulega hann sé sá sem ræður, það skiptir máli hverju vera með honum og ég hef bara fulla trú á því að sérstaklega svo þetta verið í vetur að þá verði ef hann leitar sér að umsóknum þá verða fleiri bara ég og Steini sem sækjum þjálfarastöður hjá Liverpool sko. Ertu ekki með umboðsmannina Skarra ennþá, númerið í honum? Já, ég heldur betur og ég búin að spamma hann á Gmail hann að þetta hlýtur að gerast. Hann líka búin að blokka Magga. Höldum áfram, þetta svolítið framtíðar músík Gulli, það var ljóst áðan í kvöld að Southampton sem vann og væntanlega bjargaði sér frá falli að VfB fallið, Stoke féll helgina. Kampavinn upp á Alþingi til að skála fyrir þessu? Ekki alveg tími komin á það eða? Ég veit ekki svo hvort að einhver sé Southampton aðdáandi ég bara áttar mikið á því, það andlaði fyrir mjög lengt. Nei, ég myndi nú bara fagnaði hint þessu fallin, það er sérstaklega fyrir okkur. Jú, það bara eitt sem skiptir máli og það eru næstu 2 leikir og við bara geymum allt kampaðinn þá til að við erum búin að klára það. En það það var einn vinur minn sko sem eins og þú talar West Bromwich Albion, hann heldur West Bromwich Albion og það vegna sann í antisportis og hann heldur fram allir antisportis halda með West Bromwich Albion. Ég held að það sé bara góð kenning. Þetta sé bara fínn klúbbur fyrir allt. Þetta þetta helviti góð ég nota þetta senna. Svo kynntist ég Breta sem að ágætis félagi minn sem að heldur með West Bromwich Albion og ég var eitthvað útskýrta fyrir honum og honum fannst þetta ekkert fyndið. Þetta hárrétt maður. Við erum náttúrulega Liverpool nýbúið að tapa stig og á móti báðum þessu liðum við erum búin að tapa höfum við ekki unnið VfB í vetur eða unnum við fyrir leikinu Anfield kannski? Nei, jafntefli þar. Já, jafntefli þar og töpum við bikarnum þannig að og Stoke nú bara öll þessi 10 ár sem þeir hafa verið meira og minna alveg óþolandi sko þannig að ég veit ekki með og Swansea fara niður líka djöfull, þetta verður bara veisla. Ég myndi leyfa ykkur að heyra dósaopnuna ég var bara ekki búinn að opna bjórinn sko. Ég þegar byrjar að fagna þessu. En á sama hátt getur maður náttúrulega að þetta manni sýnist þetta nú einmitt eins og Steini segir að Swansea á nú ekki svo sem einfalt verkefni til þess að klára í sínum bolta að þá náttúrulega er ennþá frekar ömurlegra að horfa til þess að þessi lið þarna í neðstu sætunum hafi tekið á okkur öll þessi 11 stig eða 10 stig sem þau hafa þó gert. Maggi, ef við vinnum Real Madrid þá dönsum við svo framhjá algjörlega dönsum við bara á höndunum. Sammála. Þetta sama vandamáli fyrra svolítið. Þetta var svipuð 12 minni með fyrra sko. En þetta ekki einhvern veginn þannig að þegar við erum búin að tapa í einhverju röð þegar það ekki gangi illa móti einhverju liðu svo kemur einhver rönn á þau aftur þannig þetta, ég ætla ekki að eyðileggja stemminguna sko en maður sko ég er rétt farin að muna eftir hvaða lið eru erfið hjá okkur þegar við erum byrjað að vinna þá reglulega
Chelsea var náttúrulega algjör hörmung hérna í mjög langan tíma og hérna, svo segja Chelsea menni núna því ég var að grenja yfir því hvað voru umulegur helgina að þeir hafa átt þetta skilið því að það svo langt síðan þeir unnu okkur. Nei, við fögnum klárlega svona stórkallalið falli sérstaklega þegar sko Cardiff að koma upp með Neil Warnock. Það kemur alltaf, þeir endur nýja sig alltaf þessir gömlu jólkar sko, þannig að... Hvernig líst ykkur á hvað heitir hann, Shaqiri hérna, sem reyndum að fá okkur tíma. Mér finnst hann bara, það var alveg að taka hann á 5 milljónir og sjá hvort hann geti gert eitthvað. Ég sá alveg frábært samt á Twitter hann. Það var ótrúlega flottur ferill ef þú tekur hann hina öfuga átt. Byrja hjá Stoke og... Já, verður Evrópumeistari með Bayern og alveg bara... Já, það er þetta. Enda svo heimaliðin hjá Basel. Það gerir þetta í öfugur röð. Gulli, hann í jafngóðu formu og síðast þegar þú varst að spila með mér í Old Boys í Fjölni. Nú er hann svona öflugur. Já, hann er rosalega hitt. Mér sýndist það, sko. Herðu, hérna, Gulli, tökum aðeins svona endurmynda á þessum leikjum sem eru framöndan og pælingum með þá og byrjum á meistaradildinni, sko. Er utanríkisráðuneytið ekki með eitthvað mikilvæg verkefni í Kyiv sem bara 4 til að leysa? Ég svona bjáni að þegar ég gerði langtíma áætlun og svo þessi vinna, hún svona að þá bara gerði ég eins og, ég ætla ekki að segja hvað, sko, ég gerði bara ekki ráð fyrir þessu. Og þetta gæti orðið svo sorglegt, strákar, þetta gæti orðið svo sorglegt að það tekur einhver tali, sko. Ég eftir að fá áætlun að það gæti verið, ég sé bara á flugvél á leiðin til Japan að meina leikurinn og þú veist, ég geti eiginlega ekki tala þetta bara, við erum bara á þeim stað. Já, ef einhvern tímann að missa flugi á ævinni, þú veist, þá er það alveg gefið. Japans stjórnvöldur myndi taka í gríðarlega vel, íslenski utanríkisráðherrann hefði mistað vélni. Þeir eru ekkert nákvæmir þar nefnilega, þeir eru ekkert í því, sko. Nýja glæður. Þá er þetta degi fyrir, ég tók setnileikin í flugvél og þetta bara ekkert hægt, þú tekur ekkert úrslitaleik í flugvél, það bara ekkert. Ég lenti í þessari sömu vitleysu að láta aðstoðarskólastjórinn skipuleggja flug 2007 og við lentum á Ítalíu og fyrsta sem gerðist þá, ég labbaði inn á flugstöð í Bologna ef maður rétt og labbaði út og sá ítölsk fagnaðarlæti. Það var ekki gott kvöld og góð flugferð. Ég ætlaði einmitt að fara að innheimta þetta greiðar, Gulli, frá Cardiff. Já, það var góð ferð. Það var góð ferð. Það var þá hélt ég bestu ræðu ævi minnar. Jón Ellert seldi mig miða sín, blessi ég minning hans og ég var einn með einhverja skásera. Og þið mun nú hvernig leikunum þróaðist og það var eitthvað bara, staðan var alveg skelfileg upphæðið seinni hálfleiks og þá finn ég að það bæði búið að stela bæði símanum mínum og veskinum og það var bara eitt par sem var rétt hjá mér sem ég gat komið til greina og ég fór bara aðeins yfir það með þeim, ég meina þú veist ég aðdáandi Liverpool frá Íslandi, hvað ég bara að gera með að stela samir og ég var aldrei sér saklausara fólk á ævin og ég hugsaði bara, ég nenni ekki að pæla í þessu, ég get ekkert gert í þessu, ég bara horfa á leikinn og því muni hvernig það fór, var allt yndislegt. Þegar leikur var búinn, þá var búið að koma símanum og veskinu svona hagalega fyrir við skói hjá mér og ég bara tók þetta upp og bara veifaði þeim og þakkaði hann kærlega fyrir og þau voru alveg jafn saklaus og eftir sko. En þetta á nokkuð sem var besta ræða sem ég hef haldið ævina. Þetta mjög gott. En sko, þetta ekkert mál ef þú ert í flugi til Japans, ef þú ert með verkefni fyrir 3 í Kyiv, þá það er líka allt í lagi. Það er náttúrulega styrkja tengsli við Úkraínu. Það hefur verið vesen undanfarin ár, ég held að þetta sé alveg komin. Þetta er gríðarlegt mál. Og þá er ég ekki að segja að þú sendir ykkur nefndamenn frá Vinstri grænum og einn frá Framsókn eða eitthvað, sko. Við erum klárir, sko. Já, ég meina, ég sest yfir þetta með ráðunstjórnum í fyrramálið. Þetta er verulega góð hugmynd. Ég held að forsætisráðherra, hún er okkar bandið, ég held að þetta er steinleika. Já, þegar þessi þáttur er búinn, þá fer ég upp í þingsalinn og ræði þetta eins við hana. Það er ekkert bara að fá símtal frá sendiherrunum í Portugal yfir Einari Matthías eftir að fór þangað. Jú, það var alveg sjalla, sko. Var það ekki bara skemmtir að símtal? Þetta var hann sem landkynningu, hann verður svo ógræðiski ráðherrann er örugglega að hringja sig að herðu, það þarf að ná þennan mann þarna niður í Portó. Það er ekkert allir sem nú að kynna sér alla bara í einu
borginni og sofa ekki neitt í 3 sólarhringa. Strákar, getið þið ímyndað ykkur hvað maður þyrfti að vera fullur í Úkraínu til að ná að vekja sér athygli fyrir drykkjuna. En þetta nú ástæðan fyrir að við erum með kjörræðismenn í öllum þessum löndum. Það til þess að taka á svona málum. Fundum við alltaf sjálfsögðu ræðismannsskrifstofan í Porto. Já, hótel okkar var náttúrulega bara nánast á heimahjónum. Hann bara neitaði að taka við Einar. Ég reyndi að koma nú ekki inn, hann bara þverneitaði. Já, svo er vín. Svo ágætis hugmyndstrákar því að þið eru þarna í þessu að við erum ekkert að segja endilega frá því séu Íslendingar. Það rosa álag á þjónustunni. Það skildi engin Einar, það vissi engin frá hvað landi það var. Við kunnum að við erum færingar þegar við spurðum að Einar nátt okkur. Hauga lígi, það eru til 2 eða 3 sjónvarpsviðtöl að staðfesta þetta. Og það er ekki einu sinni lígi. Og sungin viðtöl og ónálag. Herðu, Gulli, hvernig byrjum á Brighton-leiknum, hvernig leggst þið í þig og ég meina, byrjunliðið náttúrulega bara segja svo orðið sjálft en anskotin hafa það, tökum við þetta ekki? Jú, ég ger það. Ég vissi alveg til í það að láta þessar menn sem við erum búin að tala þetta niður í allt kvöld byrja og láta svo, það er að segja frammi, allavega yngs og hleypa síðan Sala inn á svona síðasta hálftíman ef það þarf að klára þetta. Ég bara aðalatrið þeir megi ekki meiðast og kannski það bara móti svo líða móti Brighton að þá eitthvað þessu menn sem við erum búin að tala um að sé ekki nógu góðu til þess að vera í meistaradeildinni að þeir hendi ágætlega fyrir þann slag. Það en auðvitað bara kláru við báða þessa leiki og það er alveg, ég sagði það bara í löngu fyrir áramót ég mun ekki alveg nákvæmlega hvernig þá sagði ég að ef að Coutinho verið með okkur út tímabilið þá myndum við vinna meistaradeildina og hann náttúrulega eins og kjáni fór en það er bara við klárum það verkefni því að það er Real Madrid á ekkert séns í okkur ef við spilum eins og við spilum út í Róma ég meina það er bara fullkomlega augljóst. Já, eða City náttúrulega líka kannski nærtakar dæmi. Já, ég meina, þú veist, ég sem er í fyrir leikinn, en það skiptir ekki máli hvort það ég meina, það ég ætla ekki að tala niður Real Madrid-lið, alveg stórkostlegt lið, en það breytir því ekki að það ekkert lið félagslið í heiminum sem stoppa Liverpool þegar það spila sínu besta leik í vetur, það bara þannig. Inni verðum við meistaradeildarsæti þegar við tökum upp í næstu viku? Já, ég held að það sé mikill léttir núna að við erum komnir í meistaradeildina núna fá mér aðeins tíma til að hlaða batteríin bara horfa á þetta það eru 2 leikir eftir og þetta er á 20 dögum eða eitthvað álíka ég held að menn bara komi bara brjálaði tricks það er bara ef þú ætlar að segja við leikmennina horfið á bara hvað við erum bara að gera í meistaradeildinni núna viljið þið virkilega vera fyrir utan hana ef að eitthvað gerist í Kýf viljum við ekki eiga annað svona áhlaup Brighton búin að tryggja sig við klárum þetta Sala klárar markamet og hvað þarf hann í það? 1 marka? Það er bara að skora Já, það er bara þannig þannig að, já, ég ætla að segja 3-0 Maggi, Brighton, þeir unnu United náttúrulega, þeir eru ekkert getað reyndar mikið undanfarið, þeir unnu United og tryggðu sig, heldur að það hjálpi okkur í þessum leik? Ég held að þessi leikur snúst bara hvernig við komum, ég held að bara eins og í öllum deildarleikjunum við veitum, ég horfði á þennan United-leik og þeir voru hundgóðir og börðust rosalega, voru náttúrulega aftarlega á vellinum og hentu sér fyrir allt sem að mögulega gat dottið í einhverju vandræðum hjá þeim. Voru bara duglegir, alltaf rosaleg stemming á vellinu þeirra og bara áttu þann sigur fannst mér algjörlega skilinn að þetta er engir muggar og ef þeir koma stemdir sem að þeir hljóta að gera það er bara það var alveg hefur það oft komið upp í gegnum tíðina að menn náið að svona koma pressulausir inn í svona leik og stríða hinu liðinu og jafnvel Vestam tryggði Blackburn titilinn á sínum tíma, þið munið til því sem hafði ekki að neina að keppa þannig að það er alveg, þetta er ekkert við bökkum ekki til þetta held ég en bara eins og í öllum leikjunum í vetur þá finnst mér þetta alltaf vera spurningum hvernig Liverpool mætir við vorum ekki góður á móti West Bromwich og bara sérlega lélegir þarna í lokin við vorum lélegir á móti Stoke áttum ekki sigurinn skilin í þeim leik en hefðum auðvitað
á venjulegum degi hefði Mo Salah klárað færið eftir 7 mínútur og verðum allt öðrum stað. Þannig að ég bara treysti því að menn fara inn í þennan fyrir úrslitaleik þannig stemdir að þeir klára hann og ég held þeir gera það, ég held ekki alveg farið á 2-3-0 en ég held kannski sem ekki endilega að sjá mörkin koma strax, þeir ekki bara horfa á annan millinsbúraleik, við skorum einhvers rétt fyrir hálfleik og klárum þetta svo í seinni. Það sem aftur á móti gott í þessu, sem ég fer ekki dofan á því þú varst að tala 2005, ég hef alltaf svona frekar viljað hafa lið sem eru bara að keyra fulla leið í markið áfram. Þannig að ef þeir vinna Brighton á sunnudaginn sem að ég spái og við kannski treystum allir á, þá held ég að við séum að tala bara fínan undirbúning fyrir þennan Real Madrid leik að þeir hafi náð að klára það verkefni því að ef við horfum líka við leikmannahópinn okkar sem að við kannski verðum alltaf að gera, það er heldur ekkit rosalega margir leikmenn sem hafa náð að klára þennan árangur sem að það yrði að vera komin í meistaradeildina. Þannig að ég held að það myndi bara, það sé kannski bara svona, ég hef allavega að vera að sannfæra mjög það núna í vikunni þegar ég svona hef verið að pínlega svekkja mig á því að þetta Stoke og West Bromwich æventyr allt hafi farið svona. Þá hef ég svona það bara fínt að eiga leik þar sem menn verða bara að koma með hausinn skrúaðan á og þurfi eins og Steini sagði áðan bara svolítið að sanna það fyrir sjálfum sér og öðrum að þeir séu tilbúnir í svona verkefni. Þetta er góð pól hérna. Já. Við unnum þetta lið 5-1 í fyrirleiknum í Brighton, það var Wijnaldum í vörninni, þá áttu við nógu mikið að miðjumönnum og fáa varnamenn, en þetta er náttúrulega allt annað dæmi, bara endum þetta á spá fyrir Brighton Gulli og ég vil kannski fá spá frá þér líka fyrir úrslitaleikin. Já, Brighton, það er 1-0 fyrir okkur og ég held að verði svolítið fjöruleikur Liverpool Real Madrid og við vinnum þann leik 4-3. Það verða samt markmenn skilur en þetta fer samt 4-3. Já, ég var meira með 13-12 eitthvað. Mæki, Brighton, hvernig fer það? Já, ég hef ekki bara segja 2-0. Það er bara þetta verður svona leikur sem að við þurfum að hafa fyrir en klárum 2-0. Já, Steini, hvað segir þú? Ég bara, marktyggja þetta Donni, ég sagði 3-0. Ég er eins og ég segi, ég er aldrei að hlusta á þig, það er svona að segja, sko. Ég sammála Steina að þetta verður 3-0 eins og í fyrra, en strákar, ég held að þetta sé bara dagskráin sæmilega tæmdi bili og Gulli, þakka þér kærlega fyrir að vera með, þetta var stórbrotið, við ringjum í þig og kýf eftir að búin að redda okkur þangað. Takk fyrir að fá að vera með ykkur, það er alveg virkilega gaman. Það er frábært, við fáum þessu aftur þegar Brexit er komið og við getum ekki keypt Keita og eitthvað svona vesend. Það rekum við Donni þig. Já, það er ekkert mál. Takk í kvöld. Já, takk.